Hatursorðræða falin í villandi tölfræði á TikTok. Þarna segir í frétt RÚV að myndband sem nú hefur fengið þúsundur áhorf á TikTok innihaldi rangfærslur og hatursfull skilaboð útlendingamál á Íslandi. Við fórum yfir allar staðhæfingarnar í myndbandinu og meirihlutinn reyndist rangur, segir RÚV. Spilar meðan óhugnanleg tölfræði útlendingamál á Íslandi birtast í hraðklipptu myndbandi sem nafnlaus notandi birti á TikTok. Myndbandi hefur fengið 46.000 áhorfa og ef marka má athugasemdirnar þá hafa sumir áhyggjur af framtíð Íslands. En svo eru sumir sem spyrja hvaðan kemur þessi tölfræði. Þannig að við ætlum að sannreyna myndbandið hverja einustu tölu. En sænska dagblaðið Expressen fjallaði hópnauðganir árið 2018 og þar kom fram að 74% gerenda í hópnauðgunarmálum væru af erlendum uppruna, en ekki 86% eins og segir í TikTokinu. Wow. Við leituðum að nýjum upplýsingum nóðgunum og hópnauðgunum í Svíþjóð. Hún ekkert eitthvað að láta þetta vera betra sko. Þú veist, 74% hópnauðgara eru af erlendum uppruna. En ekki 82% eins og segir í þessu hræðilega myndbandi. Veist hvað eru það að horfa á hérna? Okay. En sænska afbrotavarnaráðið birtir ekki sundurliðaða tölfræði uppruna gerenda. Svona myndbandi gert til að vekja ótta í garð útlendinga. Með klippingum, tónlist og tölfræði sem stenst ekki skoðun. Þetta er dæmigert fyrir hatursorðræðu sem beinist að tilteknum hópi. Vísindavefurinn bendir á að það sé oft erfitt að sporna með hatursorðræðu, þar sem að fólk felur sig oft bak við nafnlausa tjáningu. Þessi TikTok-reikningur er dæmi það. Nafnlaus aðili sem að deilir röngum upplýsingum til að ýta undir útlendingahatur. Ok, sjáu þið bara, þú veist, fyrir starfsfólk RÚV sem inn í þessari búblu að telja sig sko tilheyra góða fólkinu sem þurfi að sportna gegn upplýsingaóreiðu og svona og getur sanna það með að segja, herðu, ég fór hérna á stúfana og kannaði þessa upplýsingaóreiðu þar sem við verðum að segja að 80% hópnauðgara í Svíþjóð séu af erlendum uppruna. Það er bara rangt, það er bara 75%. Þannig að þetta er bara fáránlegt útlendingahatur, sko. Þetta er líka bara myndbandið að segja, þið þurfið alveg að vera hrædd, en ekki alveg svona hrædd. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.